Þegar við þóknumst Guði gerist það að Guð styður okkur. Guð byrjar að hjálpa okkur og standa með okkur í öllum verkefnum daglegs lífs, í öllu. Það ekki aðeins í kirkjunni, þegar þið komið til að flytja spádóma, leggja hendur yfir fólk, lofa Drottinn eða biðja. Það ekki aðeins á þeim stundum sem þið eigið að vænta stuðnings Guðs, hjálpar Guðs eða verndar Guðs. Nei, það í daglegu lífi ykkar, á heimili ykkar, í vinnunni, í náminu, í viðskiptunum, í fyrirtækinu. Hvað sem þurfið þið á hjálp Guðs að halda? Þá mun Guð vera með ykkur og hjálpa ykkur í öllu. Hann mun opna dyr fyrir ykkur þegar þið þóknist Drottni. Ef við þóknumst Drottni mun hönd Guðs alltaf vera nálægt okkur, jafnvel í veikindum líka. Ef þú ert veikur, alvarlega veikur, með sjúkdóm sem leiðir til dauða, sem engin lækning til við og vísindin geta ekkert gert, þá skaftu ekki örvæntan ég láta hugfallast. Kallar á Drottinn, og þar sem þú leitast við að þóknast Guði í öllu, þá mun Guð rétta fram hönd sína til þín, hjálpa þér, styðja þig og hugga þig. Guð mun vera þar með þér. Og í hverju starfi, á hverju sviði og í öllum verkefnum lífsins, í vinnunni og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur, mun Guð vera þar til að styðja þig, hjálpa þér og standa með þér. Hvers vegna? Vegna þess að þú þóknast Guði. Vegna þess að þú leitast við að þóknast Guði í öllu. Þá munt þú hafa hönd Guðs hjá þér. Og þegar þú biður, mun Guð hlusta á þig. Guð mun hlusta á þig vegna þess að hann segir, þessi maður leggur sér fram að þóknast mér, ég mun blessa hann, þess vegna blessun Drottinn stöðugt til staðar. Þetta það sem við köllum stuðning Guðs. Stuðningur Guðs hjálpin, stuðningurinn og huggunin sem Guð veitir hverjum einstaklingi og að hann opnar dyr blessana, bæði andlegra og efnislegra. Þetta getur hver trúaður tekið á móti þegar hann leggur sér fram að þóknast Guði. Og það að þóknast Guði felur í sér að við verðum að fara yfir alla veikleika okkar, mistök okkar, það sem við finnum í hjarta okkar, þá neikvæðu hluti, það sem ekki rétt. Hvernig ég gagnvart öðrum? Hvað finn ég gagnvart fólki? Umhyggju, kærleika, einlægni, gleði? Eða finn ég höfnun? Eða finnst mér þessi manneskja ekki sérlega geðfelld, eins og ég kunni ekki vel við hana? Þá hætta á ferðum. Þá verðum við að rannsaka okkur sjálf, því það bendir til þess að eitthvað sé ekki í lagi innra með okkur. Og við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Eins og einu sinni þegar ég sagði við sjálfa mig, ég öfundsjúk? Ég veit ekki hvort ég öfundsjúk eða ekki. Ég spurði sjálfa mig þessara spurningar, ég veit það ekki. Svo lifði ég einu sinni ákveðna reynslu fyrir mörgum árum, því ég fann eitthvað neikvætt gagnvart annarri manneskju og ég gat ekki átt samleið með henni. Ég gat ekki átt samfélag við hana. Og ég hugsaði með mér, skildi ég vera öfundsjúk? Skildi það vera öfund sem ég finn og þess vegna líður mér svona gagnvart þessari manneskju? Ég reyni að láta sem ekkert sé og mér langar að eiga samfélag við hana, en ég get það ekki. Ég man að þetta gerðist fyrir mörgum árum og ég hef sagt systkinunum frá þessari reynslu. Eitt sinn ferðaðist ég til borgar og þar bað systir fyrir mér og spáði yfir mér. Hún sagði við mig, þú þarft að hafa kærleika til allra, því þig skortir enn kærleika. Þegar hún sagði þetta sýndi Drottinn mér að þetta snerist þá manneskju sem ég fann eitthvað gagnvart, að eitthvað skildi okkur að. En það sem skildi okkur að var kannski ekki henni að kenna, eða kannski að hluta, en ég iðraðist þess gagnvart Guði. Ég sagði, Drottinn, þetta ávirðin þessa manneskju, og þegar ég viðurkenndi það, þegar Drottinn talaði þannig til mín og ég gerði mér grein fyrir að þetta snerist þessa manneskju sem ég fann ákveðna höfnun gagnvart, þá sá ég að ég fann ekkert fallegt gagnvart henni. Ég fann hvorki samhljóm, gleði, né hamingju í samskiptum við hana. Ég heilsaði henni og brosti til hennar og við faðmuðumst ef til vill, en samt var þarna höfnun. Þá læknaðist ég af þessu og það hvarf samstundis þegar Drottinn talaði til mín. Þegar hann talaði til mín þetta lét hann mig skilja að þetta snerist þessa manneskju, því ég hafði ekki haft styrk til að fyrirgefa margt sem hún hafði gert gegn mér. Kannski bjó í mér beiskja og reiði. En ég var frelsuð af þessu og frelsuð undan því. Guð frelsaði mig og ég var laus við þetta. Þess vegna þakka ég Drottni, því ég hef alltaf, alveg frá því fyrr á árum þegar ég las Biblíuna mikið, sagt við sjálfa mig, ég vil læra hvað ég á að gera til að þóknast Guði og hvað ég á ekki að gera til að þóknast Guði. Ég mun finna það hér í Biblíunni.
Og ég las og sagði, þetta ætla ég ekki að gera. Þetta ætla ég að gera. Þessi maður gerði þetta, ég ætla ekki að gera hið sama. Þetta kom fyrir þessa mannesku, ég vil ekki það sama fyrir mig, ég vil það sem kemur frá Guði. Og þannig var það sem ég las alltaf Biblíuna. Það var eins og ég væri stöðugt að rannsaka og greina hvað ég gerði og hvað ég fann innra með mér, svo ég gæti leiðrétt sjálfa mig, því ég vildi þóknast Guði. Ég vissi að fólk þekkti ekki hjarta mitt. Fólk þekkir ekki hjarta mitt, hugsanir mínar eða það sem býr innra með mér, en Guð gerir það. Þess vegna vissi ég að ég gæti ekki blett Guð. Við getum ekki blett Guð. Við getum látið eitthvað annað í ljós gagnvart fólki, gagnvart öðrum mönnum, en ekki gagnvart Guði. Og þegar við sýnum aðeins yfirborðið, þá stöðvast líf okkar. Andlegt líf okkar staðnar og við sitjum föst. Það er engin velgengni, engar framfarir. Og ekki aðeins andlega, heldur líka efnislega. Þar kemur líka stöðnun. Ekkert verður fullkomið. Við finnum fyrir óánægju og segjum, það er eins og eitthvað vanti hjá mér, það er einmitt vegna þess að við sýnum aðeins yfirborðið og gerum okkur ekki grein fyrir því að Guð er sá sem þekkir líf mitt. Þess vegna stendur hann einnig kyrr. Hann blessar mig ekki, hjálpar mér ekki, hlustar ekki á bæn mína og svarar mér ekki, vegna þess að ég sjálf að setja hindrun í andlegt líf mitt með því að sýnast vera eitthvað annað en ég er. Með því að vera ekki einlæg eða hreinskilin og viðurkenna ekki raunverulega það sem þarf að breytast. Því málið snýst ekki aðeins að viðurkenna, heldur að breytast. Ef ég viðurkenni að ég er svona, að ég hugsa svona, að ég kunni ekki vel við ákveðna mannesku eða finni eitthvað gagnvart henni, þá þarf ég að breytast. Ég þarf að vera þolinmóð, umburðarlynd og elska af hjarta, því Guð horfir á mig. Guð er í mér og því mun hann ekki blessa mig ef ég geri það ekki. Þetta eru hlutir andlegs lífs sem við þurfum að hugleiða og uppgötva. Stundum segir fólk við mig, af hverju hlustar Guð ekki á mig? Hvað er að? Af hverju hefur Guð ekki svarað mér, þá vantar eitthvað. Það er eitthvað sem vantar. Þá þurfum við að rannsaka okkur sjálf til að sjá hvað það er sem vantar. Kannski er ég ekki nógu einlægur eða einlæg. Kannski hef ég ekki breyst. Kannski er ég að fela hluti og gera hluti í leyni. Ég sýni fólki eitt andlit og mitt fólk tekur ekki eftir því, en Guð sér það. Þess vegna verðum við að afklæðast þessum veikleikum, viðurkenna þá og breytast frammi fyrir Drottni. Við eigum að biðja Guð að hjálpa okkur að breytast, svo við getum öðlast velgengni bæði í andlegu lífi okkar og í efnislegu lífi líka.